Aron Valur á laugardaginn, hvernig leggst þig? Það spennandi. Það alltaf gaman að spila á móti Val og hvað þá, bæði lið búið að ganga vel og laugardagur, under the lights, eini leikurinn á þessum tíma. Maður býst við fullri stúku og bara stemningu, þannig að bara við erum klárir og mætum gíraðir. Þetta ekstra svona sérstakir leikir? Þetta það, já. Það ekki hægt að ljúga neinu það. Þetta er rævalrí og allir sá pakki. KR Valur og Valur KR er alltaf ekstra svona kýtt að fara að spila þá leiki. Svona byrjunin á tímabilinu hjá okkur, þetta hefði alltaf getað farið mikið betur og einhverjir punktar sem við vildum gera betur en svona heilt yfir bara frábært. Jú, ég vil segja rétt hjá þér. Heilt yfir er þetta, stígasöfnin fín og 3 góða frammistöður, léleg frammistöð á móti Keflavík sem við lærðum bara af og tókum með okkur inn í næstu 3 leiki og við vitum alveg hvað lætur okkur tikka og kannski, eftir var bara fínt að fá að sjá það, ef við erum ekki onnit og við erum ekki orkumiklir þá getum við tapað fyrir hvaða lið sem er í þessari deild. Þannig að við mætum klárir í þennan leik. Maður hefur tekið eftir að margir eru farnir að rifja upp umræðin frá síðasta tímabili og sagðir liðið var í fallbaráttu en þú varst alltaf jákvæður og talar að þið myndir taka yfir íslenskan fótbolta og allt þetta. Finnst þér vera á miklu betri stað núna en þið voruð á síðasta tímabili? Já, við erum það, hvort svo horfir á andlega eða bara meðstæðlega með hópinn, þá við erum á öðru stað og við lendum í, ég ætla ekki að segja mótlæti, við lendum bara í alvöru brekku og þurftum að skríða saman út úr henni sem lið og í kjölfarið urðum við bara sterkari hópur, samheldnari hópur og mér finnst svona allir komnir með sterkari haus og klárar í verkefnið, getur sagt. Og bara klárt, lærðum helling af síðasta tímabili og finnst að vera að sjást á þessu tímabili. Við getum samt ekki verið að gleyma okkur, 4 leikir búnir og þurfum bara að halda áfram. Það er bara eldgamla klísan, bara næsti leikur hjá okkur. Er erfitt að fara ekki fram úr sér eftir svona byrjun? Nei, það er það í rauninni ekki, Við vitum alveg, það er svo stutt á milli eins og ég sagði það það er stutt á milli að við bara töpum móti Keflavík og eigum, ömurlega frammistöðu og síðan í næsta leik erum við, sýnum við hvað í okkur býr. Þetta er bara, mæta, vita hvað lætur okkur tikka, hvað gerir okkur góða, gera það þá, þora að gera það og þá trúi ég að gera góða hlutir. Nú stærsta prófið framöndan til þessa, þetta verður alvöru leikur? Já, þetta verður það, bara eins og segið, að mæta fullt að lið á völlinn og under the lights, marga myndavélar, umtal, það er svona eitthvað að þessu, þetta eru leikirnir sem þú vilt stíga upp í og koma með þína bestu frammistöður, þannig að stærsta testið okkar hingað til, klárlega. Líður þér ekki bara heldur vel eftir þína byrjun á mótinu, svona persónulega? Jú, persónulega, ef ég ber það saman við fyrra og hittifyrra, í hittifyrra tóknaði ég í uppbytunu fyrsta leik, fyrra tóknaði ég mánuð í mót og var svona að spila mig í stand í fyrstu leikjónum, fekk rautt spjald í byrjun og þetta bara, það var alltaf hægt að bera þetta saman, bara í toppstandi og bara góðan gír, Þetta er spennandi, svona ein öðru spurning í lokin að þú fengir að taka 1 leikmann úr valsliðinu yfir í KR, hvernig myndir þú taka? Ég veit það ekki, ég sáttu með KR-hópinn akkurat núna, ég tæki ekki neitt. Eitthvað skemmtilegan í klefann eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég bara pass, Takk kærlega fyrir þetta.